Þessi vídeo þá ætla ég að sýna ykkur bara smá viðbót við dæmi sem ég sýndi ykkur í síðasta vídeói. Þar sem vorum að skoða ýmislegt með fylgjum. Hérna ætlum við að kasta tening 5000 sinnum og sjá hversu oft hver hlið kemur upp. Og við byrjum þá náttúrulega á því að skilgreina fylkið sem er náttúrulega heiltölufylki. Þetta er teningur og hann er með sem sagt þá 6 hliðar. Við erum þá með 1 og upp í 6. Við virkjum klasan random og við setjum hann og eintökum okkar eintak inn í breytuna randafluga og síðan keyrum við 5000 sinnum í gegnum með þessari forlúpu og í hverju einasta kasti þá fær teningurinn sem er hérna fylki, það fær sem sagt random tölu. Þannig að hérna er eins og við séum að fá 5000 teninga. Nú, þar sem hliðarnar eru bara 6 og það eru sem sagt random 1 og upp í 6. Talan 1 kemur kannski 1000 sinni fyrir og svo talan 2 og kolli. Og alveg upp í sem sagt 6, það er þessi tala eins og því kannski munið í random klassanum að þá er lokatalan alltaf einni minna heldur en talan sem við setjum inn í sögan. Nú svo prentum við hennan haus og hann stendur bara hérna hlið, svo kemur smá bil og fjöldi og síðan ræsum við aðra forlúpu, fyrri forlúpan les inn í teningana 5000 teningar og síðan eru teningarnir prenta, eða fjöldin af hverju hlið prenta út og þess vegna erum við með teljar sem skilgreinir hliðina. Það er upp frá 1 og upp í eða minna heldur en lengdin á teinunum og lengdin á teinunum var 7, þannig að við förum í 1 minna, við förum ekki jafnt minna jafnt og heldur við segjum bara minnan, þannig að við förum frá 1 og upp í 6 og fyrir hvert númer gáum við sem sagt hver er fjöldin af sem sagt teningunum. Þannig að hérna skrifum við sem sagt töluna 1 fyrst og síðan fáum við út þá fylkið og inn í fylkið fer númerið. Þannig að við erum með hlið 1, þannig að við fáum alla teningana sem hafa verið með töluna 1 hérna út úr randaflugunni. Og ef við skoðum bara að keyra þetta þá fáum við þetta svona. Þetta er nokkuð augljóst að við fáum hliðarnar 1 og upp í 6 og hlið 1 kom 833 sinnum fyrir og alveg upp í það að fjarkinn kom 850 sinnum fyrir. Ef við breytum þessari tölu og förum bara upp í 10.000, þá skulum sjá ef við kostum upp 10.000 sinnum, þá sjáum við að 1 kom 1652 svar. Fjarkinn er áfram langmestur 1741. Svona getum við haldið áfram og jafnvel gert þetta bara 1.000.000 sinnum. Og þá sjáum við að þetta er nokkuð jafnt, það skiptir virðist ekki máli hversu oft við kostum, þetta virðast vera jöfn skipti á milli teningana. Hérna er 5 sýnist mér oftast 166.957. Nú við gætum auðveldlega breytt þessu þannig að við myndum til dæmis eiga við einkunnir eða hvað sem við værum með, ef við værum til dæmis með
10 einkunnir frá 1 upp í 10, þá myndum við breyta þessu bara í 11 og við varum til dæmis að með 100 einkunnir sem við ætlum að keyra út og gá hversu oft hver einkunn hefði komið fyrir. Myndum við breyta þessu bara í einkunn og þá erum við með einkunn og þá er þá einkunn, fjöldi einkunna einkunn og vildum breyta þessu bara í gildi til dæmis. Þannig að við erum með einkunna gildið og við kallum þá við gætum auðvitað sagt að við viljum líka fá 0 og við förum alveg upp í þá 11. Þá er þetta gildi. Skulum prófa að skrifa þetta, sjá hvort við getum ekki fengið út nokkuð skemmtilegar, sem sagt einkunnaskala. Já, við varum kannski ekki endilega að kasta, en við látum það liggja milli hluta, keyrum þetta upp og við sæjum þá að í 100 einkunna pakka þá var fjöldi þeirra sem fekk 1 voru 13, fjöldi þeirra sem fekk 4 voru 10, fjöldi þeirra sem fekk 10 voru 9 og þetta sem sagt svona random. Við gætum breytt þessu líka í lottótölurnar og til dæmis gáð að við ætlum að hversu oft ákveðna tölur hafa komið upp. En það er hægt að leika sig með þetta alla vegu. Þetta er svona bara hugmynd hvernig við getum nota fylki og svo random klasan til þess að keyra í gegnum einhverjar svona tölur. Verkefni sem þið síðan vinnið sambandi við veður. Við fáum hitastig og fáum einhverjar 100 tölur hitastig á ákveðnu bili, -10 upp í +50 og þið setið þetta síðan í svona forlykkjur og keyrið út og sjáið þá hversu oft ákveðið hitastig komu upp og til dæmis getið fundið út max og mín. Það sjáið þið á verkefnu sem var í síðasta vídeo þar sem við vorum með mín og max, en þetta ætti allavega að koma ykkur áleiðis. Nú síðan náttúrulega bókin sem við höfum svona stöðst við, það kafli sem heitir Array. Nú það líka hægt að fara bara á netið og finna til dæmis C# Array example code. Já, þið sjáu hvernig flettiklukkin opnast, það kemur ýmislegt, þið skoðið þetta nú bara og við getum séð nú ekkit mjög auðvelt að fylgja eftir þessum sýnidæmum frá Microsoft MSDN, en við getum farið til dæmis inn í .NET Pearls og sé hvernig það array virka þar. Við getum farið inn í array code project. Já, við skulum sjá til dæmis inn í C# int array. Við erum með þetta til dæmis dæmi, lúpum í gegnum starfsmannalista, tökum hvert ID í starfsmannalistanum og skrifum út ID-ið og við erum sem sagt síðan röðum inn í fylki hverju ID og svo gáum við hvaða sem sagt
númer hver ID fær. Og þá erum við hérna með 5 notendur og þeir fengu 1, 3, 5, 7, 8. Þetta vísu hérna verið að blanda saman það sem kallað aðferðir. Þetta hérna aðferð sem kallað í ég fer í það í næsta vídeó hvernig við notum aðferðir. Þetta nú svolítið svona erfiðari dæmi sem þeir sína hérna sé ég, en þetta nú allt hægt að samt að segir okkur eitthvað. Skulum sjá hérna C# string array example. Förum hérna inn í string array. Það hérna nú eitthvað sem kannski auðveldara að vinna með. Þetta mikið líka á aðferðum. Að hérna erum við með 3 tölur sem að fara inn í strengjafylki og við erum með annað sem að hafa þessa 3 tölur og síðan erum við með þriðju skilgreininguna. Þetta allt saman mismunandi tegundir af skilgreiningum og síðan þessu nú prentað út. Þið sem sagt skoðið þessi dæmi og eins þetta dæmi sem ég sýndi ykkur hérna til þess að leysa þá hérna leysa verkefnin. Þangað til já, hérna sjáum við til dæmis hvernig við getum verið með skilgreint til dæmis dagana eða mánuði eða hvað svo sem við varum að vinna með. Þetta nú tvívíð array, við förum nú ekki í það í þessum áfanga. Í tvívítt array sjáum við 2 forlúpur sem eru keyrðar út. Þeir sem áhugasamir, þeir geta náttúrulega farið og skoða þetta. Já, þetta það sem kallað einvítt array sem við höfum verið að vinna með og þetta nú tegundirna skilgreindar hvernig hægt að vinna með til dæmis eins og vikudagarnir. Þá þeir búnir til sem strengja array, heita weekdays og við sjáum að þeir eru þá skilgreindir hérna og við gætum síðan prentað út hérna vikudagana. Hér sem sagt einfalt dæmi, það að vísu kallar þetta á fall sem heitir print array og við erum sem sagt með hérna inni í maininu strengjafylki sem heitir weekdays og það skilgreint með þessum 7 dögum hérna og síðan ætlum við að prenta út þá þessa 7 daga og það fallið printarray sem ég mun þá útskýra í næsta tíma, næsta vídeói sem þá prentar út þessa daga. En hvernig prentar það út? Jú, það keyrir í gegnum þessa forlúpu. Forlúpan þá frá 0 og upp í hérna lengdin á fylkinu og fylkið 7. Þannig að við keyrum út hvern dag fyrir sig og tínum það út úr sem sagt þessu tvöfalda vaffi hérna sem að af tegundinni strengjafylki og hvert vaff inniheldur weekdays. Weekdays 0 væri þá sunnudagur, weekdays 1 væri þá Saturday, laugardagur og svo framvegis. Já. En þið skoðið þetta. Ég vona að ykkur gangi með verkefnið og að gera að nota umræðu þræðina til þess að hjálpa hvert öðru og varpa fram spurningum. Þangað til næst, takk fyrir.